Og mikil áhersla lögð á málfræðireglur í íslenskukennslu, segir kennslubókahöfundur. Honum finnst engin ástæða til þess að íslenskunám sé leiðilegt. Erla Hlynsdóttir segir frá. Íslenska málfræðifélagið átti frumkvæði að því að sérstakt málþing var haldið í vikunni undir yfirskriftinni Víst er málfræði skemmtileg. Markmiðið var að efna til umræðu áherslur í málfræðikennslu. Einn fyrirlesarinn sagðist hreint ekki hafa mikinn áhuga á málfræði. Ég er ekki að segja að málfræði sé slæm. Ég er að segja, eins og kom reyndar fram í fleiri erindum í dag, að það að þekkja málfræði, hugtök og reglur inn og út, það gerir ekki mig að betri málnotanda. Það sem gerir mig að betri málnotanda er ef ég bara er vanur að skrifa og lesa og tjá mig og tala. Þá bendir hann á að tungumálið sé það eina sem við höfum til að hafa áhrif í samfélaginu. Þetta er vel þekkt varðandi innflytjendur þegar þeir komin í nýtt málsvæði, eru kannski farnir að geta tjáð sig helstu málefni, þeir þora ekki að tjá sig almennilega því að það er kannski gert grín að þeim eða þetta er ekki alveg nógu gott sko. Og það er alvarlegt mál, bara svona lýðræðismál, ef fólk þorir ekki að tjá sig því að það er hrætt við að kunni ekki reglurnar. Hann hvetur til þess að leikur og rannsóknir séu samþættar náminu frekar en að einblína á reglur. Draumurinn er bara að sjá að sem flestir séu frjálsir í tungumálinu og geti notað það frjálslega. Og þannig fáum við bara sterkari einstaklingar, sterkara samfélag. Af hverju eru þið svona óþekkir í tíma? Er það því nennið ekki að hafa eitthvað vel eða? Ég veit það ekki alveg. Já, bara nenni ekki í skólanum. Bara eitthvað. Þetta er bara waste of my life. Þú ert í skóla?